Ég ætla að fara núna yfir með þér hvernig suðumark og loftþrýstingur hefur áhrif á okkur hérna á jörðinni og hvernig það hefur áhrif líka á efnafræðina og efnin sem á jörðin eru. Suðumark efna, suðumark er eins og mannst, það hitastig sem þarf til þess að efni fara að sjóða og eins og með vatn, þá tölum við að vatn síður við 100 gráður, en það er ekki alltaf þannig. Það er nefnilega háð loftþrýstingnum og loftþrýstingur, hvað er það? Það er sem sagt ákveðið magn af lofti sem er í kringum okkur og eins og kemur hérna, þetta er sem þrýstingur frá lofthjúpnum sem umlykur jörðina. Jörðin hefur sem þyngdarafl og togar til sín og heldur okkur á jörðinni og andrúmsloftinu og þetta andrúmsloft það nær alveg langt upp fyrir okkur en það þynnist eftir því sem lengra fer frá jörðinni og þetta loft sem er fyrir okkur það verkar á okkur og allt sem er undir með ákveðnu þrýstingi vegna þess að loftið hefur ákveðna þyngd og þess vegna er líka stundum talað um loftþyngd. Það er líka hægt að tala um að það sé ákveðið magn af loftinu sem er fyrir ofan okkur. Og ég ætla að prófa að teikna hérna mynd sem kannski útskýrir þetta aðeins betur. Ef við ímyndum okkur hérna að hérna er sundlaug og þú nú væntanlega einhvern tímann komið í sundlaug og svo er hérna vatnsyfirborðið á sundlauginni. Sá sem er að synda í lauginni og með hausinn hérna upp úr fyrir ofan hann er ákveðin magn af lofti og það er yfirleitt það lítið að hann finnur ekkert fyrir sá sem er að synda í sundlauginni. Ef að þú ferð að kafa honni í sundlaugina og ert kannski hérna við miðri lauginni miðju dýpinu þá finnur þú fyrir ákveðinni þyngd sem liggur hérna ofan á. Þetta er vatnið sem er fyrir ofan þig og þú finnur sérstaklega hérna á eyrunum að það sé komin ákveðin þyngd og þrýstingur á eyrum og sumum líður ekki alveg nógu vel með þetta á meðan öðrum finnst þetta allt í lagi. Ef þú ferð hins vegar neðar og fyrir að standa í botninum á mjög djúpri laug og til dæmis laugin í Laugardalshöllinni og það er með dýpstu laugum landsins og þeir sem hafa farið að kafa það sem er dýpst þar þeir hafa fundið fyrir talsvert miklum þrýstingi og á hausinn á sér og það er eftir því sem fer að dýpra því meiri er þrýstingurinn einfaldlega vegna þess að það er meira magn af vatni fyrir ofan hausinn og þegar þú komur svona djúpt niður þá fara sumir að finna fyrir miklum þrýstingi á eyrun jafnvel þannig að það séu verkir sem að fólk finnur. Nákvæmlega sama gerist fyrir ofan vatnsyfirborðið, alveg svo þessi hérna, það er bara minni þrýstingur. Vatnið hefur miklu meiri þyngd heldur en loftið og þess vegna finnur þú svo fljótt fyrir þyngdinni þegar þú fer niður í vatnið og þegar þú komir mjög djúpt að þá komir mjög mikil þrýstingur af því að vatnið er svo svakalega þungt. En loftið fyrir ofan okkur, þegar við erum ekki í vatni, það hefur líka ákveðna þyngd, en þyngd þessi miklu minni og fæstir finna fyrir þessari þyngd. En engu síður, þá er sem sagt loftþrýstingur sem að þrýstir á höfuðið á okkur, vegna þess að það er loft fyrir ofan okkur. Eftir því sem loftþrýstingurinn er minni, þá er sem sagt lægðin við landinu, að þá hefur það þau áhrif á suðumark efnis að það lækkar suðumarkið. Þetta þýðir til dæmis það að ef við förum upp á hæsta fjall heims, Mount Everest og ætlum að sjóða vatn þar að þá síður það ekki við 100 gráður eins og við hérna hjá okkur núna eða við sjávarmál heldur lækkar hitinn sem þarf til að sjóða. Og ég er nú ekki alveg með á hreinu hvað það er mikið, það er náttúrulega líka eftir hver loftþyngdin er á Mount Everest, en þá getum við kannski sagt sem dæmi að vatn síður við 90 gráður á Mount Everest á meðan það er 100 gráður út við fjöru. Þegar er talað um suðumark efnis, þá er búið að setja svona ákveðið viðmið. Alveg svo viðmiðið við stofuhita, þá
þá er bara búið að gefa það, stofuhiti er 25 gráður Celsius, þá er líka búið að gefa upp að það sé eitthvað sem heitir staðalþrýstingur. Og staðalþrýstingur er þessi fasti hér, 1013 hektopascal eða millibur. Það er oftast talað um millibur, svona dagstaglega þegar þú hlustar á veðurfréttir, þá er sýnt oft hver loftþrýstingurinn er og þá er yfirleitt alltaf að tala um millibur. Stundum talar um hektopascal en í bókinni og í reikniformúlum sem við þurfum að kunna að þá er talað um hektopascal, þannig að það er orðið sem við venjum okkur á að nota. Og svo hérna er tafla sem að sýnir mismunandi suðumark eftir hver loftþrýstingurinn er og þetta á við eða er gert ráð fyrir að sé bara við sjávaryfirborð. Ef það er lægð yfir landinu, til dæmis 957,6 hektopascal hérna í þessu tilviki, þá er suðumarkið 97,71 gráða suðumark vatns. Við staðalþrýsting 1013 hektopascal að þá er suðumarkið 100 gráður, það var bara ákveðið að 1013 hektopascal væri sem staðalþrýstingur og til þess að vita suðumark ýmsa efna að þá þarf að hafa þennan staðalþrýsting. Og í vatni þá síður sem sagt vatnið við 100 gráður við þennan staðal loftþrýsting. Hins vegar ef það er hæð yfir landinu, í þessu tilviki 1064 hektopascal, að þá er suðumarkið meira, þá hækkar suðumarkið af því að það er komið meira af lofti fyrir ofan okkur hérna heldur en við staðalþrýsting og við það þá hækkar suðumarkið, þá farið upp í 101,44 gráður. Sem sagt staðalþrýstingur í 1013, það er svona hefðbundin þrýstingur á lofti á hausinn á okkur. Það má líka sé að það sé hefðbundið loftmagn. Hins vegar ef að loftmagn er orðið minna, eins og upp á fjöllum, þá lækkar suðumarkið og þá tölum við líka að sé lægð. Hins vegar ef það er komin hæð yfir landið, þá er sem sagt meira af lofti fyrir ofan okkur og þá hækkar suðumarkið. Og þannig mætti segja að þú værir að sjóða vatn og í einhverju námu, kólanámu eða gullnámu eða eitthvað slíkt og væri komið þarna onni og ætlaði að sjóða vatn, að þá væri suðumarkið þar hærra heldur 100 gráður af því að þá er komið meira af lofti fyrir ofan þig. Og svo hérna að lokum er spurning, er hægt að sjóða vatn við 25 gráður Celsius? Þú mátt velta því svolítið fyrir þér, sett á pásu, því ég ætla að koma með svari hérna rétt strax. Nú svarið er já, það er hægt að sjóða vatn við 25 gráður Celsius. Ef að við tökum nógu mikið af lofti í burtu, ef við lækkum sem loftþrýstinginn og getum lækkað hann svo svakalega mikið að suðumark vatns fari niður í 25 gráður, að þá er það hægt. Og til dæmis geimfarar, þeir ættu að geta soðið vatn við lægra hitastig en 25 gráður af því að þar er engin loftþrýstingur eða lítill sem engin.